Við erum að fara live. Okay. Yeah. We were just thinking if we forgot to let people know that we were going live, and we let everybody know that we were going live, but we forgot to tell that we were going give a little time here before we went live, because there are a lot to do today, and sometimes you get a little bit too occupied and forget the little things, but the Holy Spirit always keeps us in His grace. In Jesus' name, amen. Amen. Við skulum aðeins á því að láta vita að við varum að fara í loftið núna, en heilagur Andi, hann heldur okkur alltaf í sinni náð og blessar okkur og sér að þið komið hér og hlustið. Í Jesú nafni, amen, and everybody say amen on this beautiful Tuesday. Amen. Amen. And we are gonna read, keep on reading the scriptures. We are gonna read and keep on reading in Hebrew. We are gonna read chapter 7, 8, and 9 today. Og við ætlum að halda áfram að lesa hér í orðinu og biblíunni, og við erum að lesa Hebreabréfið og við ætlum að lesa 7., 8. og 9. kafla hér í dag. And may this be a blessing to you, like this is a blessing to us always when we read the scripture. The scripture is always telling us some things, new things, sometimes because the word is alive, so sometimes when you read it, it goes because you're feeling like this and you're struggling with this, and then it goes into the circumstances that you're dealing with, and it opens a new door. Eins og orðið er lifandi, og þegar maður lesa og maður er í einhverju, er að eiga við eitthvað, að þá allt í einu þegar maður lesa eitthvað í orðinu, að þá þegar orðið er lifandi, að þá kemur það svona inn í þær aðstæður sem maður er að eiga við og opnar svona nýja dyr fyrir manni, að maður fær svona nýja sýn á hlutina. Það er það fallega við orðið. Í Jesú nafni, amen, and everybody say amen on this wonderful Tuesday, and like always, my beautiful, beautiful wife is gonna start this with a little prayer. Já, elsku Jesús. Við leggjum þessu stundi þínu hendur, Drottinn minn, heilagur Andi. Ég bið þess að þú blessir varir okkar Sigga og hreinsar huga okkar í hjarta okkar og þeirra sem eru heima líka að horfa. Og bara blessir okkur öll í Jesú heilaga nafni. Amen. Amen. Við erum að lyfta fullt af nöfnum upp í náðuna. Við erum að lyfta upp Pétri, Óskari, Frank, Húbba, Sævari, Pálu, Rúnari, Helga, Kristjáni, Gunnari, Kjartani, Magga, Ásgeiri og Jón Trausta. Yeah, and we ask you to pray for them and lift these names we mention here up to God, and ask God to bless them, ask the Holy Spirit to come upon them and help them with what they are dealing with in their lives, and that God bless them. In Jesus' name, amen. Amen. Við ætlum að biðja ykkur að biðja fyrir þessum nöfnum sem við nefndum hér í dag, og biðja Guð að blessa þau og biðja heilagan Anda
að stíga inn í þær aðstæður sem það er að eiga við, því Guð veit hvað þau eru að eiga við og Guð blessar það sem blessa þarf, því Guð veit hvað þau eru að eiga við. En eina sem við þurfum að gera er að biðja. Í Jesú nafni, amen, og einnig að biðja fyrir fjölskyldu Darra og biðja ykkur að blessa fjölskyldu þeirra og á þessum erfiðu tímum. He's with God now, so we ask you to pray for them, for the family, and give them strength. Við biðjum ykkur að biðja fyrir Darra, fjölskyldu hjá Darra og biðja Guð að gefa þeim styrk á þessum erfiðu tímum sem þau eru að eiga við. Mikið sorg þar í Jesú nafni. Amen. Amen. And everybody say amen on this beautiful Tuesday. And I'm gonna start now reading in the Hebrew and in chapter 7. God bless. Yes, amen. Melkísedek, þessi var konungur í Salem og prestur Guðsins hins hæsta. Hann gekk á móti Abraham og blessaði hann. Þegar hann sneri heimleiðis eftir að hafa unnið sigur á konungnum og honum lét Abraham í 10 af öllu. Fyrst þýðir nafn hans réttlætiskonungur, en hann heitir ennfremur Salem konungur. Það er friðarkonungur. Hann er föðurlaus, móðurlaus, ekki ættfærður og hefur hvorki upphaf dag né enda lífs. Hann er líkur syni Guðs. Hann heldur áfram að vera prestur aldur. Virði nú fyrir yður hvílíkur maður það var sem Abraham sjálfur, forfaðirinn, gaf vald 10 af herfanginu og vísti er það að þeim Levísonum er prestaþjónustan fá, er boðað að taka 10 af lýðnum eftir lögmálum. Það er að segja af bræðrum sínum, enda þótt þeir séu komnir á Abraham, en sá er eigi var ættfærður til þeirra, tók 10 af Abraham og blessaði þann er fyrirheitin hafði. En með öllu er það ómótmælanlegt að sá sem er meiri blessar þann sem minni er. Hér taka dauðlegir menn 10, en þar tók sá er var vitnað að hann lifi áfram. Og svo má orðið kveða, enda Leví hann sem 10 tekur hafi greitt 10 þar sem Abraham gerði það. Því að enn var hann í lend föður síns þegar að Melkísedek gekk á móti honum. Hefði nú fullkomnun fengist með levíska prestadómnum, en hann var grundvöllur lögmálsins sem lýðurinn fékk. Hver var þá framar þörf þess að segja að koma skyldi annar skonar prestur að hætti Melkísedeks en ekki að hætti Arons. Þegar prestadómnum breyttist, þá verður breyting á lögmálinu. Sá sem þetta er sagt var af annarri ætt og af þeirri ætt hefur enginn þjónustu af hendi við altarið. Því að alkunnugt er að drottinn vor er af Júda upprunnin, en Móse hefur ekkert presta talað, að því varðar þá ættkvísl. Þetta er hin mikla
þetta er miklu bersýnilegra á því að upp er kominn annar prestur, líkur Melkísedek. Hann var ekki prestur eftir mannlegum lögmálsboðum, heldur í krafti óhaggalegs lífs, því að hann er vitnað: þú ert prestur að eilífu, að hætti Melídeks. Í fyrsta boður er þar með ógilt að því að það var vanmáttugt og gagnslaust. Lögmáli gerði ekkert fullkomið, en jafnframt er leiddi inn betri von fyrir hann nálgunst við Guð. Þetta var ekki án eiðs, hins urðu prestar án eiðs, en hann með eiði þegar að Guð sagði við hann: Drottinn sór, og ekki mun hann iðrast þess, þú ert prestur af eilífu. Þessi samanburður sýnir að Jesú er orðinn ábyrgðarmaður betri sáttmála en fremur urðu hinir prestarnir margir af því að dauðinn meinaði þeim að vera áfram. En hann er að eilífu og hefur prestadóm þar sem ekki verða mannaskipti. Þess vegna getur hann til fullu frelsað þá sem fyrir hann ganga frammi fyrir Guð. Þar sem hann ávallt lífið til að biðja fyrir þeim, slíkt æðsta prests höfuð vér þörf, sem er heilagur, sviklaus, óflekkaður, greindur frá syndurum og orðinn himnum hærri. Hann þarf ekki daglega eins og hinir æðstu prestarnir fyrst að bera fram fórnir fyrir eigin syndir, síðan fyrir syndir lífsins. Það gjörði hann í eitt skipti fyrir öll, hann fórnaði sjálfum sér. Lögmæli skiptir menn æðstu presta sem eru veikleika háðir, en eiðurinn er að koma á eftir lögmálinu, skipar son fullkomni gjörðan að eilífu. 8. kafli. Höfuðinntak þess sem sagt hefur verið er þetta: Við höfum þann æðsta prest settist til hægri handar við ásæti hátignarinnar á himnum. Hann er helgiþjónn og helgidómsins og tjaldbúðirnar hinnar sönnu sem Drottinn reisti, en eigi maður. Sérhver æðsti prestur skipaður til þess að bera fram bæði gjafir og fórnir. Þess vegna er nauðsynlegt að þessi æðsti prestur hafi líka eitthvað fram að bera. Væri hann nú á jörðu, myndi hann alls ekki vera prestur, þar sem þeir eru fyrir sem samkvæmt lögmálinu bera fram gjafirnar, en þeir þjóna eftirmynd og skugga hins himneska. Eins og Móse fékk bendingu frá Guði hann var að koma upp tjaldbúðinni, gætti þess, segir hann, að þú gjörir allt eftir þeirri fyrirmynd sem þér var sýnt á fjallinu. En nú hefur Jesú fengið þeim mun ágætari helgiþjónustu, sem hann er meðalgangari betri sáttmála sem byggist á betri fyrirheitum. Hefði hinn fyrri sáttmáli verið óaðfinnanlegur, þá hefði ekki verið þörf fyrir annan. En nú ávítar Guð þá og segir: Sjá, dagar koma, segir Drottinn, ég mun gjöra nýjan sáttmála við hús Ísraels og við hús Júda, ekki eins og sáttmálan ég gjörði við feður þeirra á þeim degi, ég tók í hönd þeirra til að leiða þá út af Egyptalandi, því þeir héldu ekki minn sáttmála og hirti eigi þá sem segir Drottinn: Þetta sáttmálinn sem ég mun gjöra við hús Ísraels. Eftir þá daga, segir Drottinn, ég mun leggja lögmál mín í hugskot þeirra og rita þau í hjörtu þeirra. Ég mun vera Guð þeirra og þeir munu vera lýður minn. Og enginn mun þá kenna landa sínum og enginn bróður sínum og segja: Þekktu Drottinn, allir munu þeir þekkja mig, jafnt
smáir sem stórir, því að ég mun vera vægur við misgjörðir þeirra og ég mun ekki fram að minna synda þeirra. Þar sem hann nú kallar þetta nýjan sáttmála, þá hann lýst hinn fyrir úreltan, en það sem er að úreldast og fyrnast að því komið að verða að engu. Og nú ætla ég að biðja þig, ástin mín, að lesa 9. kaflann. Nú hafði fyrri sáttmáli líka fyrirskipanir þjónustuna og jarðneska helgidóm. Mamma lesa. Hún fyrir til pappa. Já. Ég veit náttúrulega. Svo. Já. Já, nú hafði fyrri sáttmálinn líka fyrirskipanir þjónustu og jarðneska helgidóm. Tjaldbúð var gjörð hinn framri og í henni voru bæði ljósastikan, borðið og skoðanabröðin og heitir hún hið heilaga. En bak við annað fortjaldið var tjaldbúð sem hét hið allra helgasta. Þar var reykelsisaltari úr gulli og sáttmálaarkin sem öll var gulli búin. Í henni var gullkerið með manna í, stafir Arons sem lufgast hafði og sáttmálaspjöldin, en fyrir henni voru kerbúar dýrðarinnar og breiddu út vængina yfir náðarstólinn. En þetta hvað fyrir mig á nú ekki að ræða. Þessu þannig komið fyrir, prestarnir ganga stöðugt inn í fremri tjaldbúðirnar og annars þjónustu sína. Inn í hina innri gengu æðsti presturinn einu sinni á ári, ekki án blóðs. Það ber hann fram vegna sjálfsins og syndir líðsins sem dríðar hafa verið að vanga á. Með því sýnir heilaga andi að vegur til hins heilaga er enn eigi kunnur orðin, á meðan fremri tjaldbúðirnar enn stendur. Hún er ímynd þess tíma sem hún er. Hér eru frambornar gjafir og fórnir sem megna ekki að færa þeim sem innri þjónustuna af hendi, vissu að vera fullkomin. Þetta eru aðeins ytri fyrirmæli ásamt reglum mat og drykk og ýmis konar þvotta sem mönnum eru herðar lagðar allt frá tími viðreisnarinnar. En Kristur er kominn sem æðsti prestur hinna komandi gæða. Hann gekk inn í gegnum hina stærri og fullkomnari tjaldbúð sem ekki er með höndum gjörð. Það að segja ekki að þessari sköpun. Ekki fór hann með blóð hafra og kálfa, heldur með eigið blóð inn í hið heilaga eitt skipti fyrir öll og aflaði eilífrar lausnar. Ef blóð hafrar og nauta og askan af kvígu strá á menn óhreinnis hafa gjörst helga til ytri hreinleika. Hve miklu fremur mun þá blóð Krists hreinsa samvisku vora frá dauðum verkum til að þjóna Guði lifandi, þar sem Kristur fyrir eilífan anda bar fram sjálfan sig sem lýtalausa fórn fyrir Guði. Þess vegna hann meðalgangari nýs sáttmála. Hann dó og bætti að fullu fyrir afbrotin undir fyrri sáttmálanum, til þess að hinir kölluðu mættu öðlast hina eilífu arfleifð sem heiti var. Arfleiðsluskrá tekur ekki gildi fyrir sá dáinn, hana gjörði. Hún er óhagganleg þegar látna er að ræða, en í engu gildi meðan arfleiðandi lifir. Þess vegna var ekki heldur hinn fyrir sáttmáli vígður án blóðs.
þegar Móse hafi kunngert gjörvöllum lýðnum öll boðorð lögmálsins, þá tók hann blóðkálfana og hafrana ásamt vatni og skarlatsrauðri ull og ísópi og stökkti bæði á sjálfa bókina og allan lýðinn og mælti: Þetta er já, ok. Hvað var ég? Sömuleiðis stökkti hann blóði á tjaldbúðirnar og á öll áhöldin við helgiþjónustuna. Samkvæmt lögmálinu er það nálega allt sem hreinsast með blóði og eigi fæst fyrirgefningar án úthellinga blóðs. Það var því óhjákvæmilegt að eftirmyndir þeirra hluta sem að himnum yrðu hreinsaðir með slíku, en sjálft hið himneska krefst betri fórna en þessara, því að Kristur gekk ekki inn í helgidóminn höndum gjörða eftirmynd hins sanna helgidóms, heldur inn í sjálfan híminin, til þess að nú birtast fyrir augliti Guðsvors vegna, og ekki gjörði hann það til þess að frambyrja sjálfan sig margsinnis, eins og æðsti presturinn gengur inn í hið heilaga á hverju ári með annarra blóð. Þá hefði hann oft þurft að líða frá grundvöllum heims, en nú hefur hann birst eitt skipti fyrir öll við endi aldanna, til að afmá syndina með fórn sinni, og eins og það liggur fyrir mönnum eitt sinn að deyja og eftir það að fá sinn dóm. Þannig var Kristi fórnfætt í eitt skipti til þess að bera syndir margra, og í annað sinn mun hann birtast, ekki sem syndafórn, heldur til hjálpræðis þeim hans bíða. Í Jesú nafni, amen. In Jesus' name, amen. And everybody say amen on this beautiful Tuesday. Yeah. May this word be a blessing to you. May this word be a blessing til ykkar. And now we are gonna play this in King James 16:11, so everybody understands. Yeah. Okay. Hebrews 7. For this Melchizedek, king of Salem, priest of the Most High God, who met Abraham returning from the slaughter of the kings, and blessed him, to whom also Abraham gave a 10th part of all, first being by interpretation king of righteousness, and after that also king of Salem, which is king of peace, without father, without mother, without descent, having neither beginning of days, nor end of life, but made like unto the Son of God, abideth the priest continually. Now consider how great this man was, unto whom even the patriarch Abraham gave the 10th of the spoils. And verily, they that are of the sons of Levi, who receive the office of the priesthood, have a commandment to take tithes of the people according to the law, that is, of their brethren, though they come out of the loins of Abraham. But he whose descent is not counted from them received tithes of Abraham, and blessed him that had the promises. And without all contradiction the less is blessed of the better. And here men that die receive tithes, but there he receiveth them of whom it is witnessed that he liveth. And as I may so say, Levi also, who receiveth tithes, paid tithes in Abraham. For he was yet in the loins of his father when Melchizedek met him. If therefore perfection were by the Levitical priesthood, for under it the people received the law, what further need was there that another priest should rise after the order of Melchizedek, and not be called after the order of Aaron? For the priesthood being changed, there is made of necessity a change also of the law. For he of whom these things are spoken pertaineth to another tribe, of which no man gave attendance at the altar. For it is evident that our Lord sprang out of Judah,
of which tribe Moses spake nothing concerning priesthood. And it is yet far more evident, for that after the similitude of Melchizedek there ariseth another priest, who is made not after the law of a carnal commandment, but after the power of an endless life. For he testifieth, Thou art a priest for ever, after the order of Melchizedek. For there is verily a disannulling of the commandment going before for the weakness and unprofitableness thereof. For the law made nothing perfect, but the bringing in of a better hope did, by the which we draw nigh unto God. And inasmuch as not without an oath, he was made priest. For those priests were made without an oath, but this with an oath by him that said unto him, The Lord swear, and will not repent, Thou art a priest for ever, after the order of Melchizedek. By so much was Jesus made a surety of a better testament. And they truly were many priests, because they were not suffered to continue by reason of death. But this man, because he continueth ever, hath an unchangeable priesthood, wherefore he is able also to save them to the uttermost that come unto God by him, seeing he ever liveth to make intercession for them. For such an high priest became us, who was holy, harmless, undefiled, separate from sinners, and made higher than the heavens, who needeth not daily, as those high priests, to offer up sacrifice, first for his own sins, and then for the people's. For this he did once, when he offered up himself. For the law maketh men high priests which have infirmity, but the word of the oath which was since the law maketh the Son, who is consecrated for evermore. Hebrews 8. Now of the things which we have spoken, this is the sum. We have such an high priest, who is set on the right hand of the throne of the majesty in the heavens, a minister of the sanctuary, and of the true tabernacle, which the Lord pitched, and not man. For every high priest is ordained to offer gifts and sacrifices, wherefore it is of necessity that this man have somewhat also to offer. For if he were on earth, he should not be a priest, seeing that there are priests that offer gifts according to the law, who serve unto the example and shadow of heavenly things, as Moses was admonished of God when he was about to make the tabernacle. For see, saith he, that thou make all things according to the pattern shown to thee in the mount. But now hath he obtained a more excellent ministry, by how much also he is the mediator of a better covenant, which was established upon better promises. For if that first covenant had been faultless, then should no place have been sought for the second. For finding fault with them, he saith, Behold, the days come, saith the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel, and with the house of Judah, not according to the covenant that I made with their fathers in the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt, because they continued not in my covenant, and I regarded them not, saith the Lord. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, saith the Lord. I will put my laws into their mind, and write them in their hearts, and I will be to them a God, and they shall be to me a people. And they shall not teach every man his neighbor and every man his brother, saying, Know the Lord, for all shall know me, from the least to the greatest. For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins, and their iniquities will I remember no more. In that he saith a new covenant, he hath made the first old. Now that which decayeth and waxeth old is ready to vanish away. Hebrews 9. Then verily the first covenant had also ordinances of divine service, and a worldly sanctuary. For there was a tabernacle made, the first wherein was the candlestick, and the table, and the showbread, which is called the sanctuary. And after the second veil, the tabernacle which is called the holiest of all, which had the golden censer, and the ark of the covenant overlaid round about with gold, wherein was the golden pot that had manna,
and Aaron's rod that budded, and the tables of the covenant, and over it the cherubims of glory shadowing the mercy seat, of which we cannot now speak particularly. Now when these things were thus ordained, the priest went always into the first tabernacle, accomplishing the service of God. But into the second went the high priest alone, once every year, not without blood, which he offered for himself and for the errors of the people. The Holy Ghost, this signifying that the way into the holiest of all was not yet made manifest, while as the first tabernacle was yet standing, which was a figure for the time then present, in which were offered both gifts and sacrifices that could not make him that did the service perfect, as pertaining to the conscience, which stood only in meats and drinks and divers washings and carnal ordinances imposed on them until the time of Reformation. But Christ being come, and high priest of good things to come, by a greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is to say, not of this building, neither by the blood of goats and calves, but by his own blood he entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. For if the blood of bulls and of goats and the ashes of an heifer sprinkling the unclean sanctifieth to the purifying of the flesh, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God? And for this cause he is the mediator of the New Testament, that by means of death, for the redemption of the transgressions that were under the first testament, they which are called might receive the promise of eternal inheritance. For where a testament is, there must also of necessity be the death of the testator. For a testament is of force after men are dead. Otherwise it is of no strength at all while the testator liveth. Whereupon neither the first testament was dedicated without blood. For when Moses had spoken every precept to all the people according to the law, he took the blood of calves and of goats with water, and scarlet wool and hyssop, and sprinkled both the book and all the people, saying, This is the blood of the testament which God hath enjoined unto you. Moreover he sprinkled with blood both the tabernacle and all the vessels of the ministry. And almost all things are by the law purged with blood, and without shedding of blood is no remission. It was therefore necessary that the patterns of things in the heavens should be purified with these, but the heavenly things themselves with better sacrifices than these. For Christ is not entered into the holy places made with hands, which are the figures of the true, but into heaven itself, now to appear in the presence of God for us, nor yet that he should offer himself often, as the high priest entereth into the holy place every year with blood of others. For then must he often have suffered since the foundation of the world. But now once in the end of the world hath he appeared to put away sin by the sacrifice of himself. And as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment, so Christ was once offered to bear the sins of many, and unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation. Í Jesú nafni. Í Jesú nafni, amen. Yeah. Hope this was a blessing to you, and I hope this was a blessing to you to listen to this word from the scriptures. Vonandi að það hafi verið blessun fyrir ykkur að hlusta þessu orð frá ritningunni sem ávallt að boða eins og við gerum hér í Grace Church á Daily Prayer, að við erum að boða góðu fréttirnar og koma út blessun Guðs í Jesú nafni, amen, and everybody say amen on this beautiful Tuesday, and hope everybody have a great night here in Iceland, and have a great day, and
or other countries. We have a good day. And now I'm going to give the opportunity to, if you haven't received God into your heart, and then I'm going to take now the salvation prayer, and if you have these words after me, God promised to come into your heart, and it's going to come into your heart and save your soul, and you're going to be receiving His blessings, and you can pray to Him and ask Him to bless you, and that's how it works. If you believe that Jesus died on the cross for your sins, and He rose on the third day, and He's still living today. If you believe that in your heart, then you're saved. Og nú ætlum ég að fara með frelsisbænina, og ef þú trúir því að Jesú Kristur hafi dáið fyrir syndiðinnar og hann hefur risið upp á þriðja degi og hann lifir í dag, og þú trúir því í hjartaðinu að þá fær lofan að því að koma inn í hjartað þitt og frelsa þig, og þá getur þú beðið til hans og þá blessar hann þig, og þá getur þú tekið við blessunum hans og tala við Guð í Jesú nafni. Amen. And everybody say amen on this wonderful Tuesday. And I'm gonna start this in Icelandic. I'm gonna go with it in Icelandic first, og ég mun lesa þessi bæn á íslensku, og þú sem ert að hlusta og hefur ekki tekið við Guði inn í hjartað, þá hafðu þessu orðið eftir mér, og þá mun Guð koma inn í hjartað þitt í Jesú nafni. Amen. Drottinn Jesús. Drottinn Jesús. Ég trúi að þú sért sonur Guðs. Ég trúi að þú sért sonur Guðs. Ég trúi að þú dáðir á krossinu fyrir syndir mínar. Ég trúi að þú dáðst á krossinu fyrir syndir mínar. Og að dýrmætt blóð þitt hreinsa mig af allri synd. Og dýrmætt blóð þitt hreinsa mig af allri synd. Ég trúi að það risi upp frá dauðum til að gefa mér líf. Ég trúi að það risi upp frá dauðum til að gefa mér líf. Jesús, ég bið þig að fyrirgefa mér allar syndir mínar. Jesús, ég bið að fyrirgefa mér allar syndir mínar. Og þvo mig algjörlega með blóði þínu. Og þvo mig algjörlega með blóði þínu. Hreinsaði hjarta mitt. Hreinsaði hjarta mitt. Endurnýjaði anda minn. Endurnýjaði anda minn. Og gerði mig að nýrri sköpun í þér. Og gerði mig að nýrri sköpun í þér. Ég opna hjarta mitt nú. Ég opna hjarta mitt nú. Og bið þig að koma inn í líf mitt. Og ég bið þig að koma inn í líf mitt. Vertu drottinn minn og frelsari. Vertu drottinn minn og frelsari. Frá þessum degi. Frá þessum degi. Vel ég að fylgja þér. Vel ég að fylgja þér. Elska þig. Elska þig. Og lifa samkvæmt orðið þínu. Og lifa samkvæmt orðið þínu. Þakka þér Jesús. Þakka þér Jesús. Að fyrir blóð þitt er ég nýsköpun. Að fyrir blóð þitt er ég nýsköpun. Fyrirgefinn. Fyrirgefinn. Endurfæddur. Endurfæddur. Og elskaður af þér. Og elskaður af þér. Í Jesú nafni. Amen. Og þú áttir fást með þessa bæn með mér. Vertu velkomin í Guðs ríkið. Í Jesú nafni. Amen. Amen. Tilheyru okkar liði hér í Jesú nafni. Amen. And now I'm going to take the salvation prayer in English, and if you're listening, have these words after me, and God, Jesus is going to come into your heart. In Jesus' name, amen. Amen. Lord Jesus, Lord Jesus, I believe that you are the Son of God. I believe that you are the Son of God.
I believe that you died on the cross for my sins, I believe that you died on the cross for my sins, and that your precious blood cleansed me from all my sin. and that your precious blood cleansed me from all my sins. I believe that you rose from death to give me life. I believe that you rose from death to give me life. Jesus, Jesus, I ask you to forgive me for all my sins I ask you to forgive me for all my sins and wash me completely with your blood. and wash me completely with your blood. Cleanse my heart, Cleanse my heart, renew my spirit, renew my spirit, and make me a new creation in you. and make me a new creation in you. I open my heart now I open my heart now, and ask you to come into my life. and I ask you to come into my life. Be my Lord and my Savior. Be my Lord and my Savior. From this day on, From this day on, I choose to follow you, I choose to follow you, love you, and and live according to your word. live according to your word. Thank you, Jesus, Thank you, Jesus, that through your blood that through your blood I'm cleansed, I'm cleansed, forgiven, forgiven, reborn, reborn, and loved by you. and loved by you. In Jesus' name. In Jesus' name, Amen. And everybody say amen on this beautiful Tuesday. And like always, tell your loved ones and your family that you love them. And pray for them. And pray for your neighbor and love your neighbor. And pray for your enemy. And God is going to bless you because this is His creation. We are His creation, and that's why we are supposed to pray for His children. And that's why we pray for them. In Jesus' name, amen. Amen. Og munið að biðja fyrir ástvunum ykkar og elskið ástvunum ykkar og einnig elskið náungan og biðjið fyrir náungunum og einnig biðjið fyrir óvinni ykkar því þá mun Guð svo sannarlega blessa þig því við erum öll Guðs börn, við erum sköpun hans og því erum við hans og því biður hann okkur að biðja fyrir börnum sínum og þegar við gerum það að þá blessa hann okkur í Jesú heilaga nafni, amen. Amen. And we are gonna see you tomorrow. We are gonna be here tomorrow and we are gonna let you know when we are gonna come on. Við verðum hér á morgun og sjáum ykkur á morgun and like always a prayer that Jesus taught us. My wife is gonna take the prayer that Jesus taught us and we are gonna end on that. And we love you here from Iceland og við elskum ykkur hérna á Íslandi og í yndislega stundir. Já. Í Jesú nafni, amen. Amen. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji, svo í jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort dagleg brauð og fyrirgef oss vorar skuldir og vorar skuldunautum. Haltu oss frá freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. We love you and have a great night and great day. And we are gonna see you tomorrow. And take these words from God and may them be a blessing to you. Og ég sé ykkur öll hérna, vinir mínir, Init, Óðinn og allir hinir hérna og við biðjum innilega heilsa og gott að hafa ykkur á og við elskum ykkur og eigið æðislega kvöld. Have a lovely evening. Yeah. We love you. Bye bye. Bye, love. Elskum ykkur. Yes. Óskar, elska þig. Sjá.
Eitt í einu bara. Amen, Óskar minn.